Velkomin í þennan þátt af Íslenska draumnum. Gestur þáttarins Nökkvi Fjalar Orrason en hann stofnandi Áttunar og Svæp. Við settumst niður með Nökkva á skrifstofu Svæp og ræddum við hann þær áskoranir sem hann hefur þurft að takast á við og framtíðarplön hans. Gjörið þið svo vel. Nökkvi, velkomin í þáttinn. Takk. Þú varst að koma heim í nótt úr svokölluðu Think Week. Geturðu sagt okkur aðeins frá því? Já, Think Week hugmyndafræði frá Bill Gates. Ég horfi mikið í hans verk og finnst mjög áhugavert það sem hann hefur verið að gera. Og þetta hugmyndafræði sem þannig að þú ert í 7 daga án þess að vera í sambandi við neitt, bara þú ert ekki samskipti við fjölskyldunni, vini eða samstarfsfólk eða neitt. Ég mitt í þessa 7 daga til þess að fá þessa bara vera í svona environmenti sem ekki mikið truflun. Í þetta skiptið valdi ég það að fara til New York þar sem ég mikið að hugsa til þess að fara erlendis og mig langar til þess að fara með það sem ég að gera út og mun gera það á næstu misserum. Og þess vegna fannst mér ótrúlega mikilvægt og skemmtilegt að fara til New York og gera þetta þar. En einmitt ég var þarna í 7 daga án þess að vera í samskipti við fólk, alla í kringum mig og til þess að þröngva í rauninni hugan til þess að vera ekki truflaður og þröngu hugan til þess að hugsa dýpra það sem ég að gera. Bara fyrirtækið mitt Svæp og svo ímyndina mína og fleira. Sko. Og svo líka náttúrulega var þetta mikil æfing að vera ekki í samskiptum við fólk sem í nútíma samfélagi við rosa háði að vera í samskiptum við hvort annað. Sko. Þannig að þetta var mjög skemmtilegt og ég var mjög ánægð með þessa ferð og komum mitt bara í morgun, eiturferskur. Ekki búinn að tala við neitt í 7 daga. Og hvað var það sem þú gerðir á þessum 7 dögum? Já, ég skipti dögunum niður í bara svona viss topic. Ég mjög hrifinn, ég mjög mikið fyrir skilvirkni og gera rauninni réttu hlutina rétt. Og þess vegna finnst mér mikilvægt að hólfa mig niður og skipti dögunum niður í viss topic sem ég fór yfir. Fyrsta daginn til dæmis fór ég yfir ímyndina mína og af hverju ég að gera sem ég að gera. Dag 2 fór ég yfir það hvað ég að gera með fyrirtækinu mínu, Svæp og annað. Svo fór ég yfir í það á 3. degi að fara yfir markaðinn og það sem framundan hjá Svæp og hvernig ég get fundið þessar glufur á markaðnum og lesið mig til það hvað hægt að gera betur og annað. Og svo ég með bækur og slíkt sem hjálpa mér að efla mig og efla teymið mitt til þess að ná lengra. Þannig að þetta rosa mikill, þetta er mitt Think Week. Ég bara að hugsa og bara að brjóta heilan og hugan í því sem ég að gera og fá dýpri ástæður fyrir af hverju maður að gera hlutina. Þetta eins mikið, og ég segja, maður eins mikið að stoppa og horfa hvert maður að stefna. Þetta í rauninni bara skiptir ógeðslega miklu máli að gera það og þetta eitthvað sem hjálpa manni rosalega mikið til þess að stoppa og hugsa hvert maður að stefna. Sko. Af því ég var mínum stutta ferli, ekki nema 25 ára en búinn að vera með fyrirtækisrekstur núna í 5 ár. Og það var mjög mikilvægt að vera með þessa stefnu og ekki bara stefnu fyrir fyrirtæki, heldur líka að vera með stefnu sem einstaklingur og sem ég. Þannig að þetta hjálpaði rosa mikið við það. Og ég get alveg votta fyrir það að þetta væri gott fyrir vel flesta, ef ekki alla. Alla sem til í þetta allavega. Það er ekki gott að vera þröngaður í þetta. Nei, nákvæmlega. Allir sem hafa gott að taka viku frí og pæla eins og sjálf. Og líka mikilvægt að hugsa, vika er eitthvað sem maður vinnur upp í það, sko. Það er gott að taka bara helgi til að byrja með. Það þarf ekkert að byrja í vikunni, sko. Og það er líka ógeðslega gott að hugsa og mér finnst það merkilegt að líka, það sem fekk mig til þess að bara keyra á þetta líka og gera þetta og hafa þetta inn í dagskráni hjá mér, er það að Bill Gates búinn að gera þetta hver einasta ári, 2 ári. Hann tekur Think Week 2 ári. Rosalega hlýtur að vera busy náungi og það sem ég fylgst með honum og rosa mikið með svona þétt schedule, þá finnst mér mjög svona áhugavert að pæla að maður geti, ég get ekki verið það busy sjálfur, okkur líður öllum eins og við sem ógeðslega busy, en ég get ekki verið það busy að ég get ekki gert þetta ef hann getur gert þetta og fleiri, sko. Þetta er ekki bara hann sem hefur gert þetta, þetta er mikið af flottum fyrirmyndir sem hafa verið að gera þetta, sko. Þannig að ég myndi mæla með þetta fyrir alla og það er bara kýla á það, það er aldrei tími betri heldur en núna að gera hlutina, sko. En það er ótrúlega mikilvægt að taka sér tíma og átta sig á hvert maður að stefna, hvert maður vill fara, sko. Og það er allan fyrir mig og allt sem ég að fara að segja hérna í dag og það sem við erum að fara að tala um það er bara mín skoðun og mín upplifun á lífinu og tilverunni, sko. En mér finnst ótrúlega mikilvægt að stoppa og hugsa hvert maður að fara. Af því annars höldum við bara áfram að hlaupa. Í amstri dagsins, við erum alltaf bara að hlaupa, við erum alltaf á einhverju ferð, við erum alltaf að hugsa
í rauninni hvað gerir okkur hamingjusaman næst að þess að stoppa og hugsa hvað gerir mann hamingjusaman núna til þess að geta haldið áfram og haldið stefnunni sko. Og farið sína leið, þetta allt snýst það sko. Já, til að finna út í rauninni hvað það sem að þú vilt gera. Já, akkurat, hvað ég vil gera persónulega, hvað ég vil gera með fyrirtækinu mínu. Því að þú getur farið á einhvern autopilot og við gerum það 95% af okkar lífsævi bara autopilot eða undirmeðvitundin sem að keyrir okkur áfram. Þar af leiðandi verður að nota þennan meðvitaða part sem 5%, ef svo, flestum bara 1%. En ég að reyna að vinna í því að reyna að hafa meðvitað hlutan eins mikið og ég get til þess að hafa áhrif á þessi 95%. Svo ég geti nota hann til þess að fara í réttu áttina. Því ef ég fer í undirmeðvitundina og eins og við gerum og förum bara svona og lífið gerist og maður svona fer bara af stað, þá á maður til að átta sig á því bara á einhverjum tímabúti, wow, hvað ætlaði ég að fara þangað, var þetta planið, af hverju ég hér? Og ég lenti í þessu sjálfur fyrir rúmum 3 árum síðan. Þá lenti ég sjálfur að vera bara staddur í lest í París, nýkomin af geggjum leik á EM, Ísland-Austurríki. Þar sem við tryggðum okkur fyrsta sæti í riðlinum ógeðslega flott og alltaf og bara mér fannst það geðveikt moment og mér fannst bara ógeðslega gaman en ég í lestinni á leiðinni upp á hótel hugsa bara hvernig fjandanum endaði ég í þessari lest þegar ég ætlaði mér að gera þetta sem var í gangi skilur. Ég ætlaði mér að spila á vellinum, ég ætlaði mér að gera það sem í rauninni ég var að upplifa og horfa á. En ég í einhverju lest, skilur mig, ég var á góðum stað, ég var ekkert á vondu stað en þannig og ég var ég var með ánægð með það sem ég að gera en þetta var ekki alveg það sem ég var að gera og þar byrjar svolítið svitsi í mínu ferli eða mínu lífi að pæla í hvert ætla ég að stefna og hvernig get ég verið að efla hausinn til þess að ná lengra og hefur verið svona síðastliðin 3,5 ár að vinna í því að finna mína stefnu og mína stefnu og hvað ég vil gera sko. Og komin á mjög gott ról núna og mjög sáttur með vegferðina sem ég á. Gæti rauninni ekki verið sáttari, ég sáttar með vegferðina sem ég á núna heldur en það ef ég skildi einhvern tímann kannski mögulega ef þetta hefði gerst og þetta hefði gerst að ég hefði kannski verið að lifa æskudrauminn sem var þá fótboltamaður sko. En eins og staðan í dag þá ég á þeirri vegferð núna að ég það sáttur með það sem ég að gera núna, ég get ekki hugsað mér að skipta. Nei, þannig að þetta moment í rauninni fekk til að hugsa svona dýpra hvað þú vilt nákvæmlega vera að gera. Akkurat, og menn eftir þessu momenti það var bara smá stingur, bara búm, skilur. Ég var ótrúlega með svona geggja moment og ég get fagnað með fólki og samgleðst og allt þetta snerist ekki það, þetta snerist hvað ég að gera, skilur. Það snerist það, af hverju ég á þeim stað sem ég í dag, skilur mig, hvað gerðist í mildtíðinni. Það sem þetta eru bara strákar sem ég var að spila á móti og þekki vel, sko. Og þeir í rauninni gerðu bara þetta auka og þetta ekstra og þau trúa sér sem að ég misti trúa mér og gerði ekki þetta auka og þetta ekstra. Sem fær mig í dag til þess að læra þeirra leksju að ég mun aldrei gefast upp og mun alltaf gera þetta ekstra og vinna í því að hafa trúa sjálfum mér. Og þess vegna fer ég í Think Week 7 daga til þess að pæla og pæla og skoða hvað ég get gert til að efla mig til þess að ná því sem ég langar til að ná. Og þetta alveg, þú veist, ef við erum komin það djúpt í samræðina þá það í rauninni þannig að mér fara að líða þú veist, í dag, bara þeirri vegferð sem ég finnst mér árangur út af fyrir sig. Ég ekki alltaf að sækjast eftir eitthvað handa í horni. Mér líður vel í því sem ég að gera núna, mér líður vel að það sem í gangi núna, en ég sé fram á vöxt og ég sé fram á að geta orðið betri og ég sé fram á það að upplifa hluti sem ég ekki og get ekki upplifað núna, en ég er mjög þakkláttur fyrir þann stað sem ég í dag. Þannig að þetta er alls konar pælingar í þessu. Já, þannig er rauninni að vera mjög hamingjusamur í núinu. Já, algjörlega. Það er svolítið þannig og það er það sem ég verið að tileinka mér og verið í því sem ég að gera. Sko. Því ég hef upplifað marga flóta hluti, ná mjög mikið að markum með en ekki staldra við og klappa mér á bakið og við eigum það að vera flest sameiginlegt. Við eigum öll sameiginlegt að vera alltaf mikið með svipinn á bakinu á okkur. Sko. Og fyrir það sem er að hlusta og horfa þá er það þannig að við erum rosa mikið upptekin í því og það í systeminu okkar að vera að bæta okkur og vaxa. Það ein af grunnþörfunum okkar að vera að vaxa. En þá þurfum við líka að hugsa, er ég ekki sátt og þakklátur fyrir þann stað sem ég í dag og er þakklátt fyrir það að vera í rauninni að vilja og að bæta mig. Sko. Því það alltaf pláss fyrir bætingar. Sko. Sama hverju ert, sama hvað ert að gera. Og maður þarf bara að ná open-minded til að skoða. Þannig að þetta er svona einmitt ástæðan fyrir ég fer í svona einmitt að því við erum að tala um Think Week, þá er ástæðan fyrir ég gera þetta, það er til þess að reyna að efla hugan og því sem ég að gera. Efla þessa stefnu. En förum aðeins tilbaka,
Hver var Nökkvi Fjalar í grunnskóla? Herðu, ég allan að, bara mér persónulega fannst ég vera svona jákvæður og lagði mikið upp úr því að vera góður við sem flesta. En mikilvægasta leksía sem ég hef lært á það að mamma mín sagði þetta afi minn hafi alltaf verið svo góður við alla. Sérst bara, þú veist, í rauninni eina mínu fyrirmyndum er afi minn og hún segir að hann hafi lagt ótrúlega mikið upp úr því að vera góður við aðra. Og sömulegis eldri bræður mínir og elsti bróður minn var svona fyrirmyndin mín þar líka að vera góður við alla, sama hver það er. Og það var ógeðslega mikilvæg leksía og ég lagði mjög mikið upp úr því í grunnskóla. Svo maður þannig að maður sér ákveðna sjón sjálfur og svo hef ég verið bara forvitinn að spyrja líka og verið að spyrja gamla kennara og ég verið að spyrja fjölskyldumeðlimi og ættingja og hvernig maður var. Þá lýsa þau mér sem bara svona jákvæðum og svona góðum dreng sem að líka var gífurlega athyglisjúkur og það kannski eitthvað sem ég sá kannski ekki þá endilega en gaman að heyra svona annað sjónarhorn, svona athyglisíki og svona á jákvæðu leveli og líka svona mikill orkusuga jafnvel einhver hafa orðað á einhverju leveli en samt einhvern veginn finnst mér heilt yfir fólk hafa og ættingjar og þeir sem ég verið að spyrja svona heilt yfir allan að þau segja við mig að maður hafi haft góð áhrif á þau svona einmitt í æskunni sko, í grunnskóla og þessum árum. En varstu alltaf með svona mikið sjálfstraust og með núna? Já, ég hef alltaf viljað fara mína eigin leiðir sko. Og sérstaklega í grunnskóla og það er ekki fyrir en að ég missi eiginlega trúna á sjálfum mér í fótboltanum sem að er í rauninni eina skipti sem ég átta mig á því að ég misti trú á sjálfum mér og þar alveg sjálfstraustið brotnaði sko. Og ég læri af því í dag eins og nefni, ég er bara á þeirri vegferð í dag sem að ég er núna út af því sko. En í grunnskóla alltaf mínar eigin leiðir, bara ég fann ekki fyrir vera áhrifagjarn. Ég var ótrúlega tilbúin til þess að fara á móti straumnum ef það var eitthvað þannig. Þannig að það var eitthvað system sem og eitthvað automatist sem gerðist í æsku sem að mótaði mig þannig og ég hef greint þetta og pælt í þessu og það er þannig að í sambland af foreldrum mínum með það að pabbi minn er svakalega hvetur mig svakalega mikið og er mjög þakklátur fyrir sambandi okkar. En hann á sama tíma hefur verið strangur og svona sett mér svolítið mörkin fyrir lífið, skiljum mig, það þarf að aga og það þarf að delivera, kennt mér svolítið það, svo mamma svona ótrúlega mikið að hrósa mér og ég get allt og byggt upp sjálfstraust þannig að samspilið milli þeirra tveggja og fleira fólk í kringum mig hefur hjálpað mér að vera með gott sjálfstraust í gegnum ævina. En auðvitað, hlutin upp og niður eins og lífið er og ég er með sjálfstraustið upp og niður en þessa stundina og þess síðastliðin ár og misseri hef ég verið að æfa mér svaka mikið að halda sjálfstraustinu uppi og þar leiðandi vera algjörlega trúr sjálfum mér og fylgja hjartanu. Það er það sem skiptir máli. Ekki láta hausinn trufla of mikið sko. Það er hjarta sem hefur rétt fyrir sér. Hausinn er að flækja hlutina. Hausinn er gerður til þess að questiona og til þess að við erum bara, hausinn okkur gerður til þess að surviva og það er bara allt gott og blessað en það áðastundum til að gera villur fyrir okkur. Að því nútíma samfélagi eru ekki eins mikla hættur á voru og við búum til hausinn okkur fyrir að búa til alls konar hættur bara í umferðinni og hættur álit annar en lífshættulegur hlutur skil. Þannig að hausinn okkur á það til að rugla okkur en ef við tölum frá hjartanu og erum svona hvað ég segja, látum hjartað ráða þá eins klísjukenndar hljómar og við munum örugglega fara yfir mikið að klísju minni í dag en mér er alveg saman það að þetta er eitthvað sem ég trúi og mér veist allavega rétt fyrir mig. Þannig var Nökkvi Fjalar í grunnskóla. Já, þú talaðir áðan að draumurinn hefði alltaf verið atvinnumaður í fótbolta. Já. Hvers vegna var það? Ótrúlega góð spurning maður og það var í rauninni rosa mikið til þess að vera bara, þú veist, pabbi og ég gott samband og hefur verið mikið samband í kringum fótbolta. Fjölskylda mín er svona mikið bræður og fjölskylda bara mikið eins og margir eru og tengist í gegnum fótboltan og fótboltatengingin var svo ógeðslega, mér fannst hún svo spennandi. Mér fannst það ógeðslega spennandi að sameina fólk, þú veist, eins og EM gerir og HM gerði fyrir landið. Maður var bara stoltur að vera Íslendingur af því að það gekk vel og svona í þessu. Þannig að það heitlaði mig ógeðslega mikið. Og mér fannst ógeðslega gaman að spila fótbolta en í rauninni var það númer 2. Og þegar ég skoði tilbaka ástæðan fyrir ég var ekki fótboltamaður var það í rauninni að númer 1 var að gleðja og hafa gaman og sameina fólk
en númer 2 á fótbolti sem var til þess að ég var kannski ekki endilega tilbúin, ég lagði þetta mikið á mig og bara gamlu þjálfarar mínir segja að ég hafi, ég gerði aukaæfingar og ég gerði hellinga dóti, það var ekki eins og ég væri ekki að leggja mig fram, en það vantaði þetta ekstra, þetta auka skref til þess að fara alla leið þar, af því ég var rosalega mótiveitaður fyrir því að í rauninni að sameina fólk og vera fyrir framan fólk og svona fá gleði fram í fólki og þess vegna ég sáttur með þann stað sem ég í dag, að því í rauninni að vera upp á sviði, hvort það sé fyrirlestur eða hvort það hefur verið í gegnum tíðina að spila með bara áttunni fyrirtækinu mínu eða hvernig sem það hefur verið, þá hefur alltaf verið ótrúlega ríkjandi hjá mér og gaman að vera að gleiða fólk og gefa af mér. Og það var rauninni sá partur af fótboltanum og að því þú spyrði mig af hverju langar með fótboltamaður, það var út af því að mér langaði til þess að sameina og gleiða fólk og en ég get gert það upp á sviðum, ég get gert það öðruvísi og gert það á rauninni mínum forsendum. Ég elska fótbolta, mér finnst ógeðslega gaman að spila fótbolta og horfa á fótbolta, en ég á að vera annað í deild og ég fann það eftir því sem ég kynnti sjálfum mér. Ég á að vera að gera það sem ég er að gera í dag og það er að hjálpa fólki að hafa áhrif á sitt eigið líf og í rauninni hjálpa fólki að lifa á sínum eigin forsendum. Því ég legg ógeðslega mikið upp á því að lifa á eigin forsendum sjálfum og ég bara legg ógeðslega mikið upp á því að vera að gera það sem ég er að rauninni að segja. Það snýst minnst það sem ég segi, það snýst mest það sem ég geri og þetta snýst í rauninni ekkert það sem ég veit, heldur bara það sem ég geri sem ég veit. Og sýnir öðrum. Sýna öðrum, vera dæmi það að hvernig vera í rauninni þetta example sem ég langar til þess að vera og leggja upp til með að vera. Þannig einmitt, já, ástæðan fyrir ég vildi vera fótboltamaður var það að mér langaði að sameina fólk og ég áttaði mig á því ég get gert það á fleiri vígstöðum og er á réttum vígstað í dag. Já, það sem við rauninni eftir að tala að fótboltadraumurinn einn og sér var ekki nógu þýðingamikill fyrir. Nei, það var ekki alveg, mér finnst gaman ég var framherji og fannst ógeðslega gaman að skora mörkin og mér finnst fátt skemmtilegra heldur en einmitt að fagna og einmitt ég spila í leikjum sem hefur verið góður áhorfendafjöldi og svoleiðis, mér finnst ógeðslega gaman að fagna og svona einhvern veginn gleðja fólk, skilur mig, þetta er eitt lið sem er glatt og hitt lið er reyndar fúlt sem gerist ekki í dag, það eru allir eða vel flestir glaðir sem að fylgjast með sem ég að gera í dag sem koma í hvort þessi námskeið hjá mér eða eitthvað þannig. Þannig að maður hafa alla glaði í staðinn fyrir að hafa helminginn af krátinu glatt sem heldur með liðinu. En einmitt góða punktur með það einmitt og að ég hvatinn var ekki bara að spila fótbolta, heldur hvatinn var að sameina fólk og gleðja og ég er á þeim stað í dag að ég finn meira passion fyrir því sem ég er að gera og gleðja. Þannig í rauninni, númer 1 í rauninni það sem ég er að gera og númer 2 í rauninni afleiðingin að gleðja fólk og það þannig næ ég meira árangri. Þú myndir segja þannig að í rauninni að gleðja fólk eða gleðja aðra sé það sem keyrið áfram? Já, ég er náttúrulega bara ég veit að minn tilgangur er það að mæta og koma og rauninni án þess að vera bara, ég er ekki desperately að reyna, skilur mig, þetta er bara basically bara það að ég bara vil leggja upp með það að vera með jákvæða framkomu og fá fólk til þess að fara glaðara í burtu og þar leiðandi er ég bara að tala um hvort ég sé að versla í búðinni eða hvort ég sé að gera skiptir engu máli hvað ég er að gera, ég reyna að leggja mjög mikið upp úr því að gefa af mér í hvert skipti sem ég hitti á fólk. Það sem ég brenn fyrir og það sem er svona, hvað ég segja, svona, já, einmitt það sem við vorum að tala með það í rauninni að hjálpa fólki. Gleðja er eitt, að hjálpa fólki og gefa þeim í rauninni og afhenda þeim tæki og tól sem eru til, það eru mynstur af fólki, það er ástæður fyrir að fólk líður vel og það er líka ástæður fyrir að fólk líður illa. Þetta eru mynstur sem ég finnst ógeðslega áhugaverð að skoða og mér finnst ótrúlega áhugavert að skoða mynstur af hverju fólk líður vel og mynstur sem af hverju fólk líður illa og það er ótrúlega mikið að sameiginlegum þáttum af því við erum mjög lík, mannkynið er mjög líkt sama hvað í rauninni menningu þú ert í og þetta eru mismunandi reglur og allt það en við erum með mjög líka hluti og það sem ég finnst skemmtilegast og það sem ég brenn fyrir er að hjálpa fólki og hjálpa þeim að lifa sínu lífi á eigin forsendum. Þannig að það er svona það sem ég einmitt brenn fyrir og finnst skemmtilegt að gera. Já, það er þín ástríða. Það er mín ástríða, og er ótrúlega þakkláttur fyrir það að geta unnið það í dag og tilbúin að leggja allt á mig til þess að vera þetta, eins og við talaðum þetta dæmi, þetta example sem ég vil vera fyrir fólki í kringum mig og vera fyrir aðra,
fyrst og fremst sjálf á mig. Og því erum að tala að gefa af sér og ég er rosalega mikið, hefur verið mjög mikið gegnum tíðina ef ég horfði tilbaka. Hef ég verið mjög mikið að pæla í því að gefa af mér og vilja gefa af mér. En til þess að geta að gefa af sér, þá þarf maður rosalega mikið að huga að sjálfum sér. Og það þessi í rauninni inside out pæling sem þannig að fyrst þarf að huga þér. Öll hamingju, allt sem tengist lífshamingjunu, allt sem tengist bara upplifun okkar kemur innan með okkur. Þú veist, bara vera ástfangin, það einhvers tilfinning sem við búum til, sem við rauninni attachum eða þú veist, við setjum á manneskju sem okkur líka vel við eða höfum chemistry fyrir, skilur. En þú veist, við búum til allar þessar tilfinningar, við erum innra með okkur að upplifa þetta. Þannig þess vegna ógeðslega mikilvægt að við séum inside, við erum að hugsa þetta inside out. Fyrst innra með okkur og svo gefa út. Þannig að það legg rosa mikla áherslu á það að rækta sjálfa mig og gera þessar hluti sem ég actually að tala skiptir mig rosa miklu máli til þess að geta gefið meira af mér. Og ég einmitt, af því við förum aftur inn í bara ástæðan fyrir, hljómum með extreme 7 daga, ekki tengdu við neitt eitthvað og eitthvað svona dæmi, eitthvað thank week og svoleiðis. Ég geri það til þess að geta gefið meira af mér, til þess að vera með mig í fyrsta sæti og gefa af mér í rauninni í sameiginlegu þá öðru, 3., 4. og 5. Sko. Og sama hvað það Og ekki hugsa, þú veist, ég ekki hugsa hvað get ég fengið undir þessu? Ég tilbúin til þess að gefa af mér þannig að það sé við og manneskjan sé, þú veist, ég þarf ekki að fá henni tilbaka. Og þannig vil ég segja, allt sem ég segi henni í dag og allt sem ég að tala um hérna við þig eitthvað sem ég að segja, en ég legg meira upp við því að gera og vera þessi einstaklingur sem ég vil vera, sko. Og fólk í kringum mig og ég mjög reglulega einmitt að spyrja fólk, hvernig finnst þér hvernig finnst ég að delivera, hvernig finnst ég hvort ég sem vinur eða hvort ég sem sonur eða hvernig sem bróðir eða hvernig sem það og það gaman að fá feedbackið og sjá hvað fólk hefur að segja, sko. Já, þannig að þú ert í rauninni að setja sjálfa þessi fyrirmynd fyrir aðra. Já, mér finnst ótrúlega mikilvægt að vera auðvitað fyrirmyndin og þetta eksempul, en ég vil samt, sko, að fólk átt sig á því, sko, að það ekkert allt sem virkar fyrir alla. Það rauninni, ég vil að fólk lifa á sínum forsendum. Þannig að fólk sé að gera sitt át. Eitthvað sem gerir mig glaðan og eitthvað sem gerir mig dót getur gert einhvern allt annan, kannski jafnvel ekki það glaðan, sko. Að vera í 7 daga einn án þess að tala við þig gæti gert mjög marga ekkert sérstaklega glaða, sko. En ég er bara að segja það sem mér alveg sama hvað í rauninni mótivetar fólk, hvað passionate hvað sem það ég er tilbúin til að hjálpa þeim á þeirra forsendum. Þannig eins og við talum bara og þetta benda á, þá finnst mér legg ég mikið upp með þau að vera fyrirmynd og ég vil vera fyrirmynd fyrir í rauninni fólk í kringum mig. Aðalega fyrir fólk í kringum mig og ef ég fer mjög djúpt inn í þetta, ég á nú ekki börn, en ég mun vonandi og planið auðvitað eignast börn og þar leiðandi að vera fyrirmynd fyrir þau. Og ég er tilbúin til þess að vinna í því í dag til þess að ég geti verið enn betri fyrirmynd þegar börnin fæðast. Ég fann að hugsa ég hafa ekki eins og börn en ég er að hugsa um arfleifð mína líka þar að sýna þeim og fólk í kringum mig hvað hægt að gera, sko. Þú veist, ef ég get gert eitthvað, þá geta allir gert það. Því að þú veist, ég er bara gjörsamlega venjulegur náungi sem eina sem ég er að gera núna þá sem kannski aðrir eru ekki að gera er það kannski að stoppa og staldra við og skoða þessa stefnu sem allir geta gert en í rauninni amstri dagsins gefur maður sér ekki tíma til að gera það og ég hef alveg gennum tíðina og þetta þú veist, þessi 3 ára ferli sem ég hef verið með núna er bara fyrsta sem að ég hef verið síðastlega 1-2 ár sem ég hef verið að ná miklum tökum á því að geta actually stoppað. Thank week, svo þessi að reyna þá hefur það verið hugmynd lengi. Ég veit af þessari pælingu alveg mjög lengi og þar alveg fresta henni, hvenær góðu tími, núna það eitthvað, þú veist, þetta verkefni í gangi, þetta í gangi, þetta, já, svona. Maður hefur frestað þessu alveg, skilur mig. Þá ætlum maður að kýla á þetta og átta sig á því að þegar maður er búinn að það breytist ekkert, sko. Allt eins og að vera, allt eins og það skilur mig. Og ég er líka það ógeðslega heppinn með fólk í kringum mig, að fólk skildi þetta, foreldrar mínir, bara vinir mínir, samstarfsfólk, sérstaklega, businesspartnerinn eða viðskipta, bara félaginn minn sem er í þessu, hann skilur það að ég ekki fari 7 daga til að efla mig og efla það sem við erum að gera, sko. Og þar er tilbúin til að taka og taka alla bolta. Kemur í rauninni ennþá sterkari tilbaka. Og þau hafa trú á mér og hafa trú á því sem ég er að gera og treysta í rauninni því að ég komi sterkari tilbaka.
heldur en ég sé ekki bara kúpla mig út í New York og sé bara hangandi á Times Square og borandi Five Guys og Netflix og ég treysta Excel, ég sé að gera eitthvað gott fyrir sjálf mig og þráttur allt sem ég nefndi getur líka verið gott en allt gott í hófi sko. Já, það alveg rétt. En árið 2014 stofnað þú samfélagsmiðlamerki Áttuna. Getur þú sagt okkur aðeins frá því ævintýri? Algjörlega, og það er partur af því að sko að ég var svolítið að go with the flow ef ég get orðað þannig, ég var bara svona taka, þú veist, ég sama tíma rauninni er þessi tíma þegar sem ég hætti í fótbolta, bara 2012, þá hætti ég þegar ég er 18 ára gamall, hætti ég í fótbolta eftir að hafa verið bara líf mitt, öll árin þar undan, gjörsamlega, hætti í fótbolta, fannst það rétt ákvörðun þeim tíma því að farin að finna passion fyrir því að vera í vídeó eða í nefnd í Vestló sem heitir 12.0 og þar vorum við að gera myndbönd og þar vorum við að gleðja fólk. Þar var ég að fá hlátur í salnum og þar var ég að fá alls konar dót og vera upp á sviðum og gera alls konar svona hluti sem ég að gleðja fólk og þar tók einhvern veginn hugsaði, ok, þetta er einhver hilla sem ég geti verið í. Svo tók við og hefur rauninni alveg verið í gegnum tíðina, ekki eins og það tók við, það er rauninni þetta sem ég talaði þetta automatíski hluturinn. Þetta sko go with the flow, þetta svona bara grípa tækifærin eins og þau eru að koma en ekki velja þau. Boltarnir koma og ég bara að grípa alla bolta sem voru á lofti sko. Í staðinn fyrir að hugsa, þessi bolti eru mig, nei, þetta er eitthvað sem ég taka, nei, jú, velja úr. Þannig að ég fer inn í áttuferlið, beint úr Vestló, ákveðin í því að þetta ætla ég að gera, skilur mig. Og ég er alveg á því í dag að það er náttúrulega góð ákvörðun og ég var ákveðin í því stefnan var í rauninni bara að grípa boltan, að gleðja fólk og vera í rauninni skemmtikraftur. En boltarnir sem koma svo kjölfari, hvernig skemmtikraftur ég vera, það var bara eitthvað sem var ekki valið af mér. Ég byrjaði að stofna Áttuna 2014 með Agli Plóter og Róberti Úlfars sem hafa verið með mér í þessu, Egill hefur verið með mér í þessu mestmegnis og semst er þannig að ég og Egill hefur verið með saman í þessu frá upphafi og Róbert fór aðra leiðir og allt þú veist bara hefur verið að hugsa sín mál og gera aðra hluti. En já, allan með það að gera það sko að við förum á fund með 365 þar sem við eigum að búa til næsta 70 mínútur. Þetta er ekki ákvörðun sem ég tek, þetta er ákvörðun sem tækifæri sem ég fæ, sem er bara flott og ég er mjög þakklátur fyrir það í dag. En í rauninni ekkert endilega stefna sem ég hugsa, já, ég vil, þú veist, vera næstu 70 mínútur. 70 mínútur er geggjað þættir, svo að segja fundur á treinum, það geggjað ógeðslega skemmtilegt content og legendary dæmi og Auðvitað Svepp eru mikla fyrirmyndir og frábært hvað þeir hafa gert með sinn feril og allt það. En var þetta rétt fyrir mig? Horfði tilbaka, þakklátur fyrir allt sem ég gerðir, en ekkert endilega. Þar alveg eins og ég tala þá er ég að grípa bolta, þú veist, við bara stofnum Áttuna og við bara ætlum að vera næsta 70 mínútur og svo byrja að þróa okkar leik og förum á samfélagsmiðlana sem mjög góð ákvörðun og förum sjálfstætt að vinna sjálfstætt út af því við erum reknir frá 365 sem fengum reknir og mér unni bara, það var ekki pláss fyrir okkur. Við máttum vera þannig ennþá, þeir vildi alveg hafa okkur og allt það en svo er unni, það er ekki við getum ekki borgað okkur laun. Ég djöflaðist alveg 5-6 mánuði launalaust af því ég ætlaði bara að koma mér á framfæri skilum og mér hafði trú á sjálfum mér og allt það en þegar það var ekki að gerast að þeir væru að átta sig á því að maður væri að skapa eitthvað virði þá vill maður alltaf fara annað. Förum með MBL, gerist nákvæmlega sama. Vinnum þar í svona 6 mánuði, svo gerist bara nákvæmlega sama, við erum farin að vinna bara fyrir engin laun og þar alveg er okkur sagt upp eða rauninni sagt bara fara ykkar eigin leiðir. Og þannig erum við komnir í janúar 2016 fyrir 4 árum síðan og þá byrjar þessi atburðarás sem við förum bara náttúrulega erum svona þrönguð við erum þrönguð að fara í okkar eigin leiðir sem var bara mjög gott og ánægð með í dag en ekki ákvörðun sem ég endilega tók. Þannig að sér hvernig þetta er smá handahófskennd vegferð sem er allt í lagi og hún enda á góðum stað og ég er ógeðslega þakklátur fyrir allt sem ég hef gert. Ég sé ekki eftir mínútu af því sem ég hef gert hér á Áttunni, þráttur að ég hef lært ógeðslega miklu af því ferli, en þetta er handahófskennt, þetta er svona, umhverfið er svolítið að móta hluti. Förum inn í Áttuna, stofnum þetta samfélagsmiðlamerki, áttum okkur því að samfélagsmiðla það sem við viljum vera á og er bara trúum því að það sé staðurinn til að vera á í dag ennþá. Og svo fara bara tækifærin að koma og hlutinu fara að koma og ég fer bara að grípa bolta og svo þetta að fara að vera þannig ég fann að vera desperate og svona hræddur að missa hluti en ég fer að grípa bara alla bolta sem ég mögulega get tekið. Þar stækkar merkið mjög hratt en á samast tíma engin stefna.
við vorum bara að gera í rauninni eitthvað. Mitt stefna var bara að vakna á daginn og gera það sem ég langar til að gera, skilur. Sem geðveik stefna, en ég þarf að vita hvað mér langar til að gera. Ef ég bara gera það sem ég langar til að gera og ég veit ekki hvað ég er að gera og ég er að gera í rauninni bara allt sem kemur til mín, þá er ég að gera ég er að gera hlutina rétt, en ég er ekki að gera réttu hlutina. Þar leiðandi ef ég er að gera hlutina rétt, þá get ég verið bara hamstur í hamstarbúri að hlaupa. Þú getur hort á mig, ég er með bullandi effort, ég er með bullandi dót í gangi, það er alltaf að gerast hjá mér, en ef þú kíkir á mig eftir viku þá er ég á sama stað. Kíkir á mig eftir 6 mánuði, ég er á sama stað. Við festumst í sama farinu og rauninni vorum ekki með neitt business model þar af því að það voru engar stefnur, það var bara verið að keyra á hlutina. Og það geta allir tengt þetta við sitt eigið líf. Þú þarft ekki að eiga fyrirtæki, þú þarft ekki að vera, þú veist, einmitt í fótbolta, þetta er bara eigið líf. Ert þú að stýra deginu þínum eða er dagurinn að stýra þér eða þú veist, eru umhverfið að stýra þér? Þegar þú áttar á því og skoðar og pælir og þetta gerist á hægt og rólega, þetta eru litlu hlutirnir, þetta gerist ekki bara einum degi að þú getur breytt öllu. Þú breytist hægt og rólega. Og það er þannig að þegar þú áttar á því að það er umhverfið sem er að stjórna þér og það er í rauninni hvort þessi makinn sem er að segja hvernig þú átt að haga þér, umhverfið, vinnufélagarnir, vinirnir, þú ert komin í einhverju, þú ert ekki þú sjálfur eða þú sjálf, það er staður sem að og skoða hreinskil á það, það er staður sem að ég vil hjálpa fólki að komast út úr og búin að læra á þessu áttuferli einmitt og spurningin var og tengt stofnun merkisins áttunar sem ég er mjög stoltur af og er mjög stoltur af að vera eiga í dag en þetta var svolítið handahófskennd vegferð sem að fór vel og sem betur fer 4 ára fyrirtæki. Það er ekki mikið af fyrirtækjum sem eru 4 ára sem eru ennþá gangandi. Það er rauninni fyrstu 3 árin sem að þetta fer að skerast út og svo 10 árin, það er bara 1% eða 2% af fyrirtækjum sem að hefja, sem að starta, sem eru up and running eftir 10 ár, sko. Já. Og einmitt, og bara ótrúlega þakklátur fyrir þessa vegferð og ég hef búin að segja nokkuð sinnum en ég er bara einbra á því að þetta er ástæðan fyrir ég er að gera það sem ég er að gera í dag, er allt sem ég hef verið að gera, þannig að ég sé ekki eftir neinu, sko. Nei, þú vilt meina svona í byrjun að þið hafi verið gjörsamlega stefnulausir og hafi stokkið á öll tækifæri sem eitthvað gerst. Já, það var svolítið þannig einmitt að við vorum að leyfa og að láta svolítið umhverfið ráða. Og það er ekki einmitt fyrir en bara ég átta mig á því einmitt 2016 byrja fyrirtæki að rúlla. Sumarið 2016, þá fer ég að skoða mín mál en það er ekkert fyrir en eftir 2 ár sem að ég fann að sjá einhvern árangur af þessum pælingum, af þessu dóti. Ég tók ekki sumarið 2016 bara beint eftir uppgötaði bara Think Week og lagaði rútínuðum mína og fór að forgangsraða, skilur. Ég hafa bara þetta hægt og rólega gerðist og það er ekki fyrir núna bara síðastliðin 2 ár, rauninni 2018 og 2019 sem voru mestu productive árin mín og hafa verið árin sem ég hef lært hvað mest og hef vaxið hvað mest og bara sem einstaklingur og auðvitað líka og er komið í allt annað dæmi sem ég er að gera í dag. Og 2018 og 2019 hafa verið svona þessi ár og þetta var í rauninni þá í 1,5 ár, 2 ár í uppbyggingu og er ennþá byggjast upp. Ég er ekki komin á stað sem ég bara, hérna er ég sáttur, þetta er ennþá að gerast. Og ef þú hefur spurt mig fyrir ári síðan, ertu hamingjusamur með mér, líður vel með það sem þú ert að gera, ertu sátt með það sem þú ert að gera? Ég hef sagt 100% já og ég hef örugglega, og ég get alveg sagt það 100% að ég hef sagt að ég hef ekki viljað vera á neinum öðrum stað af því ég er komin í þessa vegferð. En í dag er ég ennþá betri stað af mínu mati og mér líður ennþá betur með það sem ég er að gera og þá stefnu sem ég er með. Hvernig verður þetta eftir 1 ár? Er þetta ekki vöxtur sem mér líst vel á? Hvernig verður þetta eftir 10 ár? Já. Það er það sem mér finnst áhugavert að horfa á og pæla í, skil. Það er alltaf eitthvað, það er í okkur, eins og ég nefndi áðan, grunnþörfin okkar að vaxa. Við viljum vera gera betur og viljum vaxa. Þá þurfum við að elska það sem við erum að gera núna til þess að geta, af því að lífið er svo mikið ferli, lífið er svo mikið, og þetta er markmið, þá er markmiðstilfinningin, hún er ekki lengi, að ná markmiðinu er kannski bara sekúnda eða 10 sekúndur eða hvað sem það er. Áttu sagði bara, ég set mig ég ætla að þéna bara árinu, ætla ég að þéna bara 12 milljónir á árinu. Í desember nærðu 12 milljónir, fagnar því, svo ertu bara ógeðslega busyar en á 20 næsta ár. Þú reynir að fagna bara í smá tíma. Þannig að það er ótrúlega mikilvægt fyrir okkur að stappa við og staldra og klappa okkur á baki og vera þakklátt fyrir það sem við höfum og erum með núna, en líka vera með vöxt, sem er mjög mikilvægt líka. Þannig að förum ýmsu annað en mikið af pælingum og ánægð með þessar spurningar. Já, en þú segir rauninni að það sé mikilvægt að gefa sjálfur klapp á baki fyrir það sem þú hefur gert rétt.
en samt sem áður ekki stoppa of lengi. Já, sko, einmitt klappa sér á bakið, ekki vera þægilegur eða þægileg. Það svolítið, mér finnst það svolítið góð pæling, í rauninni það bara, þú veist, leið og maður verður þægilegur, þegar ég þægilegur, mér finnst ég vera með þetta allt saman. Þegar leið og ég fer að hugsa að það ekkert, já, í rauninni bara einmitt, ég sé bara með þetta, þá fyrst hættir maður að vaksa. Leið og maður finnst maður að vera komin á toppinn, það í mínum bókum og það sem ég hugsaði, það í rauninni bara nýr botn. Já, það ekkert sem heitir að vera topp. Nei, þú veist, það bara, toppurinn bara, þú veist, við erum bara, þetta bara, einmitt, lífið bara í dagur í senn, mig, ef þú maximæsar þig á hverjum degi, þá lifir því lífið sem að þú vilt lifa, sko. Já, og heldur áfram að hækka standardin sem þú hefur. Já, algjörlega, sko. Því í rauninni næsta level alltaf, já, það sem bara næsta stig í rauninni, krefst alltaf næsta stig, þú veist, í rauninni næsta level af þér. Betri útgáfa sjálfum sér. Þess vegna legg ég mikið upp úr því að hverja minnsta degi að vera bestu útgáfa sjálfum mér. En það snýst ekki neitt það, svo að segja hreinu fyrir þann sem er að hlusta núna og fyrir það sem er að horfa. Það snýst ekkert að vera betri en einhver annar. Það snýst ekkert það. Nei. Það snýst ekkert, þetta ekki hér ég að keppast þig, eða ég að keppast einhvern annan, eða einhvern annan sem er í þessum podcastum. Þetta ég að keppast mig. Hvað get ég gert? Hvað get ég náð í rauninni að nýta mitt full potential, sko. Og það það sem skiptir ógeðslega miklu máli, að leið og áttar að því að þú ert ekki að bera þig saman við neinn. Ég get horft upp til fólk, ég get litið upp til fólk sem get lært af fólki, en ég ekki að bera mig saman við neinn. Nei. Ég ekki að bera mig saman við fyrirmyndunum mínar, ég bara til að læra og hlusta og skoða. Ég læri jafn mikið, ég læri rosa mikið af fyrirmyndunum mínum, en ég læri líka ógeðslega mikið af bara fólki, bara saman hver það Fyrirmyndinu mínar það sem ég að sækjast í, svo get ég líka lært af fólki sem ég vil alls ekki vera. Já. Í rauninni fólk sem að sem ég tengi illa við og fólk sem að mér finnst bara actually, já, höfðu ekki til mín fólk sem að ég læri ógeðslega mikið af. Einhver manneskja sem að horfir alltaf í neikvæða hliðina, svona og stó bara vill ekki leysa vandamálin og kennir öðrum þetta manneskja sem ég vil ekki vera og ég læri fokki mikið af henni, sko. Á síðast ári dregur þið svo úr daglegum rekstri Áttunni og ákveður að stofna Swipe. Hvað Swipe? Mjög góð spurning og það eitthvað sem við erum að móta núna og erum búin að vera að leggja mikil áherslu á. Þetta búið að vera í vinnslu alveg rúmt ár. Við byrjum í síðasta sumar og komum merkin út. Ástæðan fyrir líka fyrir þetta switch með Áttuna það að mér fannst ég vera búin að gefa mitt mesta til Áttunar. Náttúrulega ennþá í stjórn fyrirtækisins og á hlut í Áttunni. En mér fannst bara komið tímabært að fara í annað og með passioni núna í því að byggja upp þetta brand Swipe. Og í rauninni það sem ég get sagt núna Swipe það bara Swipe brand sem ég að byggja upp með honum Gunnari Birgisinni, vini mínum, og búin að vera með mér í þessu í nokkur ár líka. Og við erum að byggja upp þetta brand sem heitir Swipe og það brand mun eiga sameiginlegt að við munum búa til önnur undirbrönd sem að hjálpa fyrirtækjum eða einstaklingum að rauninni að láta draumana sem rætast. Núna skiptist Swipe þess að Swipe þetta brand og það skiptist í nokkra hluta og rauninni hver hluti fyrir sitt fyrirtæki. Við erum með Swipe Content sem það sem við einbyrjum á og fórum fyrst í. Við fórum í því að búa til efni fyrir fyrirtæki. Við fórum í það að búa til hjálpa fyrirtækjum að hafa áhrif á samfélagsmiðlum af því bakgrunnurinn okkar svo mikið samfélagsmiðlar. Þannig að Swipe Content svona framleiðsluhús sem hjálpa fyrirtækjum að hafa áhrif á samfélagsmiðlum. Svo búum við til deild núna sem að þróast og að fara að stækka núna mjög mikið þessu ári og vera mikil áhersla lögð á það. Það Swipe Club. Það bara algjörlega separated unit sem að fara að komast og þetta verður skýrar á næstunni. Við náttúrulega bara byggjum brandið, það er ekki eldra en 6 mánaða, þannig að þetta að byggjast upp. Swipe Content segir framleiðsluhúsið, Swipe Club svona self-education, ef við getum orðað þannig, svona self-education platform. Þarna erum við námskeið, þarna erum við fyrirlestrar, þarna erum við alls konar pælingar sem tengjast þessu annarkvort, bara heilsu almennt eða mental fitness, eitthvað sem getur hjálpað einstaklingum að ná árangri og í rauninni að hafa áhrif á sitt eigið líf. Svo erum við með, líka á samning erum við með erum við að vinna og Gunni umboðsmaður fyrir flotta influensara og við höfum verið að kalla það innanhús en ekkert endilega út af við, Swipe Influencers og þar eru líka með podcast og annað. Þetta svo 3 deildir sem eru núna up and running í gangi á Swipe. Við erum 6 mánaða gömul,
Swipe Content hefur verið fókus nummer 1, 2 og 3 að koma út af við. Swipe Club hefur verið mikið fókus inn á við, allt náttúrulega inn á við. Og Swipe Influencers eitthvað sem við hefur verið að byggja upp lengi og vorum í rauninni með samning við fyrirtæki Creative Artists Iceland Social Media. Vorum með samning við Creative Artists Iceland og við köllum það Creative Artists Iceland Social Media. Það í rauninni það unit er komið núna undir Gunnar Birgisson sem er þar umboðsmaður þeirra og við erum með það líka hér innanhús. Þannig að þetta er eitthvað sem við hefum verið að byggja upp núna með síðastliðnu mánuði og til þess að fara yfir hvað er framundan, þá er það bara við ætlum að byggja upp sterkt brand sem heitir Swipe og ætlum að hjálpa fyrirtækjum og einstaklingum að láta draumana sem rætast á mörgum vígstöðum. Og þetta eru þessi fyrstu deildir sem við kynnum til leiks. Já. Og við erum með fullt af deildum, fullt af pælingum, framtíðarsýnin okkar. Við sjáum fyrir okkur að þetta brand getur orðið mjög stórt og við getum unnið með expertum í hverju horni fyrir sig. En við erum að byrja þarna og við erum að byrja með strategist, við erum með mjög meðvitaðar og svona stolt af stefnun okkar fyrirtækisins og þar lendir þessar 3 deildir sem við erum mest að fókusera á núna. Já, en fyrir Swipe Club þeir eru með námskeið sem heitir Betra jafnvægi sem til þess að hjálpa einstaklingum að ná betri andlegu jafnvægi. Geturðu sagt mér aðeins frá því námskeið? Algjörlega. Ég til þess að líka bara sýna bara hvað við erum að sérhæfa okkur í þessu, þá er strákur sem heitir Kristoffer. Hann er framtíðarleikstjóri, framtíðarframleiðandi, hann er bara orðinn í dag en hann sér fyrir sér að vinna mikið í kvikmyndum og annað. Hann sér alveg Swipe Content. Gunnar Birgisson eins og ég nefndi á hann er algjörlega með áhrifavaldana og influencerana okkar og podcastin. Ég er svo með Swipe Club sem er þetta self-education platform og svo erum við að vinna með mjög flottu og hæfileikaríku fólki á hverju sviði. Ég er sjálfur með eitt af námskeiðum sem Swipe Club er að bjóða upp á þessu ári og fyrsta námskeið sem við erum í launchum núna er Betra jafnvægi. Og það námskeið er ég að taka saman mína vegferð, ég er að taka saman allir tæki og tól sem hafa hjálpað mér að stoppa og staldra við og skoða stefnuna mína og koma inn í svona 6 klukkutíma námskeið sem við bjóðum hverjum sem er að koma á og einu sem maður þarf að gera er að skrá sig á vefsíðunni. Þannig að það er það sem það er mitt hlutverk innan Swipe Club er að halda utan á það batteri og svo líka að halda námskeiðin sjálfur. Og þetta fyrsta námskeið sem ég er að bjóða upp á heitir Betra jafnvægi og einmitt eins og nefnir hjálpa fólki að fá betra andlegt jafnvægi og ég tel það gera það með stefnu og tilgang og þar af leiðandi er hægt að hjálpa fólki að fá betra andlegt jafnvægi þannig. Hver er ástæðan fyrir að ákveða að fara þessa leið? Sko, ógeðslega góð spurning. Ég er alltaf að færa mig bak. Í mómenti ég er andlit áttunar hann á sumarið 2016. Ég er í efninu, ég er í földnum myndaðalunum, ég var að gera alltaf þetta, mér fannst það ógeðslega gaman, ég var þar. Þegar ég fer að staldra við að stoppa og skoða, þá áttaði ég mig á því, ég vil frekar vera bak við að hjálpa fólki að gera þetta. Ég kann ekkert í tónlist, ég kann ekkert að leika, ég kann ekkert að gera neitt af þessu dóti. En samt hef ég tekið þátt í bara fjölda verkefna tengt tónlist og spila á flestum sviðum á Íslandi. Ég hef leikið í bíómynd og allt þetta hlutir og ég er mjög stoltur af þessum hlutum en þetta var ekki endilega það sem ég var að velja, pikka út og þess vegna vildi ég færa mig tilbaka og fór hægt og rólega 2016 í rauninni, haustið 2016 allt 2017 var ég bara bakvið í áttunni nei og allt þetta dót sem við gerum í kjölfæri á því er bara ég er algjörlega bakvið og þess vegna fer ég í þetta sem ég er að gera er að þegar ég fann fyrir passionate fyrir því að hjálpa fólki að finna sína stefnu lifa á sínum forsendum og gera sína hluti og hjálpa þeim að ná þeim markmiðum sem þau vilja ná og það er einnig draumur minn er að hjálpa öðrum að láta draumurinn sína rætast og það hefur bara verið þróast í síðastliðin ár fyrst var það bara að hugsa áttuna hjálpa Sonju og Agli og þeim að láta draumurinn sína rætast og Aron Inga og Ragnar og öllum þeim sem að Donnu og öllum þessum flotta fólki sem hefur verið þar hjálpa þeim að láta draumurinn sína rætast og svo hefur ég að vera að fara og hjálpa í rauninni áhrifavöldum þessi fólki sem hefur verið með sem hefur verið með mikið af fylgjendum á samfélagsmiðlum ég var að hjálpa þeim að fá tekjur og hjálpa þeim að ná árangri í því sem þau eru að gera og svo þannig þróast það en núna langar mig að hjálpa hverjum sem er mér er alveg sama hvað ég vil gera ég er tilbúin til að hjálpa þér, ég er tilbúin til að leggja mig 150% fram í að koma með mína svona sýn á lífinu, mína hluti á lífinu til viðkomandi til þess að hjálpa þeim einstakling að gera það sem honum langar til að gera honum einstaklingnum.
Þannig að það sem að skipta máli. Fyrir mig. Já, eftir að búin að fara yfir allt þetta ferli og búin að stofna 2 fyrirtæki, myndirðu segja að hafi alltaf verið draumur hjá þér að reka þetta í fyrirtæki að stofna? Sko, ótrúlega frábær spurning og góð pæling með þetta. Ég bara já, klárlega. Ég hef alltaf verið mikill draumamaður. Ég er dreamer, eða þetta orðað þannig. Ég bara elska að hugsa stórt. Hef verið að æfa með síðastliðin árin að hugsa stærra. Þess að 2016, eða svona 15-16 var ég svolítið mikið bara að hugsa Ísland. Ísland er yndislegur staður og góð staður til þess að gera flotta hluti. En það er meira en úti og mér langar til þess að hugsa stærra, mér langar til þess að hugsa lengra. Mér langar til þess að hafa áhrif og hjálpa sem flestum. Það þýðir það að ég vil fara að hugsa hvað hægt er að gera erlendis. Og eins og segir, bara hefur alltaf verið draumurinn minn að vera með fyrirtæki og stofna fyrirtæki og ég segi það 8 ára gamall, mamma mín segir þessa sögu. Ég er 8 ára gamall þegar ég segi mömmu, mamma, ég ætla að kaupa fyrir þig hús. Sýnir hvað ég hef verið lengi að pæla í þessu og ég er ekki feimur að segja það í dag, en ég er með svakalega mikið markmið, ég er bara með eitt af markmiðunum mínum, er að gleðja fólki í kringum mig og ég ætla gjörsamlega, og mamma þarf að horfa og að hlusta, ég veit ég nefni þetta oft við þig, en ég ætla ekki að sjá til þess að ég geti látið þennan draum rætast og þetta markmið, af því að og þar er leiðandi einmitt til þess að geta látið að rætast, þá þarf ég náttúrulega að byggja upp stóran fjárhagslegan bakgrunn og þar er leiðandi ein af góðum leiðum til þess að fá fjárhagslega góðan bakgrunn er að eignast fyrirtæki, þannig að það hefur alltaf verið markmið að eignast fyrirtæki og líða vel fjárhagslega. Já, þráttur að það sé bara aukaatriði, sorry. Að gera það í rauninni svo við getum látið gott að leiða. Já. Látið fólki í kringu njóta góðsæði. Algjörlega, og líka þessi skiptir máli, ég er ekki í þessu fyrir það að upplega þessa hluti, ég er ekki í þessu til þess að eignast einhverja peninga, ég er ekki í þessu til þess að græða pening, ég er þessu til þess að bæta, ég er til þess að koma með value, ég er til þess að, mín mestu, launin mín er fokkin tölvupóstaðnir og stótið sem ég fæ. SMS-in eða Instagram direct dótið, það er það sem er actually gefur mér fulfillment og gefur mér ánægju. Hitt er bónus. Ég elska, ég get alveg sagt það hérna og fólk sem hlusta á greinilega einhverjum pælingum með fyrirtækispælingum. Ég elska að græða pening og ég elska mér finnst ógeðslega gaman að skapa tekjur og í rauninni skapa tekjur og mér finnst ógeðslega gaman líka að lágmarka kostnað og lágmarka í rauninni bara hámarka hagnað. Mér finnst það ógeðslega gaman en ég geri það sem áhugamál og ég geri það sem eitthvað sem mér finnst ógeðslega skemmtilegt að gera. En það sem ég brenn fyrir og það sem ég finnst ekkert skemmtilega í lífinu, ég skal lofa því ég get sagt það að ég þyrfti ekki að fá krónu fyrir það sem ég er að gera, svo lengi sem ég get bara borða og delivera fyrir fjölskylduna mína, þá get ég gert þetta alla daga. Sko. Það er bara svoleiðis. Og þá veit ég að ég er á góðum stað með það sem ég er að gera. Og en partur af því að líða vel og partur af því að fá þetta jafnvægi í lífinu er líka auðvitað að vera með fjárhagssinn í jafnvægi. Það er gott að koma inn á þetta þetta eru 7 hlutir að mínu mati og það sem ég hef skoðað og svona hefur reynslað sjálfur að þetta eru 7 hlutir sem að halda mann í andlegu jafnvægi og jafnvægi yfir höfuð í lífinu og það er númer 1 að fagna og gefa af sér. Ekki númer 1, það er rauninni fyrsta sem ég nefni, það er ekki það sem skiptir mestu máli en það er til að halda þessi jafnvægi, allt er gott í hófi. Sem að fagna og gefa af sér er rosa mikilvægt að halda jafnvægi þar. Sambönd í kringum mann, vinna á ferill, líkamlegt ástand og eða líkamleg heilsa og svo andleg heilsa. Svo erum við líka með vinnu og ferill, í rauninni eitthvað svona mission sem maður er að gera, eitthvað dót sem maður, af því að það er ótrúlega mikilvægt að við eyðum ótrúlega miklum tíma. Við eigum alveg ótrúlega miklum tíma í vinnunni og svo erum við með 7. hlutinn og það er fjármálin okkar. Og það helst alveg vel í hendur auðvitað við vinnuna alltaf en maður þarf að líða vel í vinnunni. Það er ekki nóg að greiða bara pening og fá paycheckan. Þannig að maður þarf að hugsa vel hvað maður er að gera í vinnunni og svo er það þessi fjárhagslegi hluti. Og það er það sem við erum að koma inn á núna, það er bara partur af mínu jafnvægi að vera í góðu fjárhagslegu jafnvægi. Og það er leiðandi geta látið fjárhagslega draumunum mína rætast eins og aðra drauma. Já. Eftir að við erum búin að ræða þetta allt saman, hverjar eru helstu áskoranir sem þú ert að takast á við í dag? Sko, helstu áskorun mín í dag er sko hvað ég náttúrulega rosa mikið að fókusera núna er alltaf að fara út fyrir þá í rauninni landsteinina. Ég er farin að taka session með fólki á sem eru bara hvort það sé
já, bara fólk sem býr í Englandi eða Bandaríkjum með annað. Ég er í rauninni að taka coaching hluta, þjálfunar hluta hjá mér á erlenda grundu og hef verið að þjálfa mikið af fólki erlendis. En mitt challenge núna, mín áskorun núna og mitt ár og 2020 mun fara í það að í rauninni að svitsa íslensku kontenti yfir í rauninni enskumælandi efni. Eða bara ensku, færa mig yfir í ensku. Og það er mitt challenge framöndan. Og fólki sem fylgist með mér heima, ég vil ekki að fólk átti sig á því að ég sé að gleyma fólki sem er að fylgja með, fólk sem ég er að sinna henni heima. Þetta er bara, mér langar að geta höfða til fleiri, mér langar til þess að geta talað við fleira fólk. Þess vegna þarf ég að fara út úr íslenskri, út fyrir Ísland og hætta að tala íslenska tungu í því sem ég er að gera. Sko. Og það verður áskorun af því að ég er með 90% íslenskt fylgi og ég vil halda því fólki ennþá inni af því að mér finnst það skipta ógeðslega miklu máli. Hver einasti einstaklingur sem er að fylgja mér og hver einasti einstaklingur sem er að skoða það sem ég er að gera skiptir mér máli. En ég þarf að challenge það er rauninni að skýra það út fyrir þessu fólki, skýra það út fyrir þeim sem ég er að gera að ég vilji tala við fleiri og það er að færa mig hægt og rólega yfir í ensku. Og ef þú ert að hlusta og horfa og ert að hefur verið að fylgja mér þá geggja tækifæri fyrir mig til þess að tjá mig þetta hér. Að ég er ekki að fara, ég vil ekki skilja neitt eftir, ég er ekki að skilja Íslendinga eftir. En ástæðan fyrir því að ég vil tala ensku og vil fara að tala færa mig yfir í það er bara það að svo ég geti í rauninni haft meiri áhrif og hjálpa fleirum. Þannig að það er mest áskorun mín í dag og það er áskorun sem ég tilbúin til að takast á við og er að vinna í daglega. Já. Ef þú horfir tilbaka, hvað myndur þú segja að vera mikilvægasti hluturinn sem þú hefur lært? Það eftir að velja eitthvað eitt. Velja eitthvað eitt. Geggjuð spurning. Þetta eru ótrúlega mikið af hlutum, samanblanda af hlutum. Þetta er þetta compound effect sem er bara litlu hlutinir verða stóru. En það er eitthvað eitt sem að ég myndi segja að vera mikilvægast, það er að rauninni stoppa og hugsa. Hvert ætla ég að fara? Rauninni bara stoppa og það geta allir gert það núna. Ef þú ert að hlusta á það núna og ert að horfa á það núna, ég veit ég búin að segja þetta oft, en stoppa þig núna og pældi í hvað ég langar til að gera. Það verður yfirþyrmandi fyrst. Fuck, ég veit ekkert hvað ég vil gera. Er ég að gera rétt, er ég að gera rangt eða er ég að gera fuck that's it, byrjum einhvers staðar. Og það er ógeðslega mikilvægt fyrir okkur að byrja núna, stoppa og hugsa og það er það sem er mest mikilvægast í þessu. Stoppa og hugsa hvert ætla ég að fara. Það kemur ekki einum degi, svo að segja hreinu. Það er enginn sem átti að segja einn daginn bara ég ætla að gera þetta og ég ætla bara líf mitt verður svona. Það er líka ekkert, það má ekki vera ófyrirsjáanlegt. Þannig það er það sem ég myndi mæla með fyrir alla að gera og finnst mér mikilvægast. En er það einhver stór mistök sem þú hefur gert? Gert fullt af mistökum. Einhver sem standa upp úr? Fullt af mistök og hafa lært af þeim öllum og er ótrúlega þakklátur fyrir þau í dag. Mistökin er að hugsa ekki alveg út fyrir kassan í efni sem við erum að gera með áttunni. Þetta er rauninni efni sem við erum mjög mikið drifið af því að fá áhorf, mjög mikið drifið af því að fá í rauninni sem hafa verið bara okkar markmið á rauninni bara að skapa usla, að fá umtal, svona efni sem það er það sem ég sé kannski ekki, mistökin sem hafa mest dýrkeyptustu mistökin hafa verið þau sem hefur ekki hugsað út í enda. Maður rauninni hefur bara hugsað hei, þetta fyndið núna skemmtilegt við hlægjum öll að þessu, svo setjum við þetta út og þetta kannski særir eitthvað. Og ég sem stend fyrir það vil gleðja fólk og gera alls konar, bara hjálpa fólki, þá vil ég sísta sem ég vil gera að særa einhvern. Og ég hef því miður sært einhvern og beðst einlega afsökun á því að hafa sært fólk með efni sem ég hefur að gera. En hefur lært það í dag og gera ekkert nema að læra og vinna í. Og til dæmis eins og við talum eitt, það er rauninni það sem hefur verið mjög umdeilt og swipe content í rauninni þátt fyrir að ég persónulega kannski hef ekki staðið því verkefni en swipe fyrirtæki mitt og ég ber ábyrgð á öllu sem er í gangi þar. Swipe content framleiti þættir svo Tinder-lögina. Ég myndi ekki segja endilega að vera mistök, þetta er draumur, Lína Birgitta er með þessi frábæra hugmynd að skemmta fólki með þessum hætti og mínum mati bara tókst það markmið að skemmta fólki en á sama tíma líka blöskraði einhverjum og það er eitthvað sem mér finnst eitthvað að hafa lært af og eitthvað sem við höfum rætt og höfum skoðað og maður veit stundum ekkert alltaf fyrir en eftir á en þetta er eitthvað sem hjálpar manni að læra og skoða.
Þannig að einmitt það enda, og þetta er bara eitthvað sem gerist í desember sko. Þannig að maður er alltaf að læra. Alltaf að læra af mistökum sko. Já, betur bæta sig. Já, það er þannig. Það er alltaf eitthvað annað level. En elska samt leveli sem þú ert á núna. Þú þarft að elska það núna til þess að komast á næsta level sko. Eða þú veist, allavega til þess að geta notið þess og að því inn í end er þetta ekki þannig og fyrir allir sem að hlusta og okkur sem erum að spjalla saman er þetta ekki inn í end bara skiptir þetta ekki mestu máli að líða vel, skilur við. Sama hvað við græðum mikið pening, sama hvað við erum að gera, sama hvað þú færð, sama hvað þessu yndislega maka þú ert með, sama hvað þú ert með yndislega vini, hlutinni sem átt, peningi sem þú græðir, ef þú ert ekki að njóta þess og ert ekki að líða vel með þú ert að gera, þá þarf eitthvað endur skoða og þess vegna komum við inn á þetta, það sem ég að tala um áðan mikilvægast, stoppa og pæla hvert ætla ég að fara og hvernig ætla ég get ég elska ferlið sko. Lífið er prósess. Lífið er prósess. Hvar sérðu sjálfa það eftir 5 ár? Sjálfum eftir 5 ár verð ég á erlendu verð ég að vinna erlendis, verð að vinna í rauninni við það að hjálpa fólki og hjálpa því að maksa þeirra potential á erlendu markaði. Ég mun sjálfsög vera á íslensku markaði líka og ég elska Ísland og elska bara allt sem að tengist því sem við erum og þetta eru kostur og gallar allt saman en mér finnst þvílík forréttindi að hafa fæðst Íslendingur en mér langar til þess að hafa þetta fleiri og það er alveg eftir 5 ár verði ég búinn að byggja upp fleiri deildir hjá Swipe. Ég verði Swipe brandið verður orðið alþjóðlegt og ég er bara að vinna dag eftir dag í því að gera mitt besta í því að komast á þann stað sem mér langar til að vera á hverju sinni sko. Og það er að hjálpa fólki. Þannig að ég verð þar eftir 5 ár. Munt þú þá sjálfur búa erlendis? Já, ég ætla að flytja erlendis á næstu einu ári. Ég er búinn að gefa sjálf mig deadline á að klára markmið og klára alls konar hluti sem ég þarf að gera heima. Eða finnst ég þurfa, en ég enda þurfa ekkert að gera neitt. Bara það sem ég langar til að gera. Og ég ætla að klára þá og svo fara út. Hvort það verði eftir ár, það er síðasta lagi sem ég mun fara út. Hvort það verði fyrr, það er bara draumið og þá er maður bara fara fram úr vonum sko. Já. Þannig að framundan er einmitt út fyrir landsteinana og ég er ekki smeykur við eina sekúndu að segja fólki frá því og að því ég veit að þetta er eitthvað sem ég brenn fyrir og mig langar til að gera og veit að ég get. Og ef aðrir geta þetta, þá get ég þetta og ef ég get þetta, þá geta aðrir þetta. Þetta er nefnilega svolítið skemmtileg blanda. Já. Skemmtileg pæling. Skemmtilegi tímar og stór markmið. Já, algjörlega. Og maður á bara að setja markið hátt. Það er bara þannig. Og mest eins klísíkennt á hljómar en bara ef þú miðar á tunglið, þá bara ef þú hittir ekki alveg á tunglið, þá getur þú enda einn af stjörnunum, sko. Það er bara þannig. Það þarf ekki að vera útkoma, skilur. Við erum alltof mikið að hugsa einhver hugsanlega einhver mögulega útkoma að einhverju dóti, skilur. Ég verð ánægður ef þetta gerist. Hvað ef eitthvað annað gerist? Hvað ef eitthvað allt annað gerist? Sem er kannski miklu frábæra en að því þú ert að hugsa svo mikið þennan hlut sem átt að vera svona, þessar væntingar, hvernig hlutin er að vera. Leið þú skiptir þeim út og hendir inn bara, ég ætla að gera mitt besta og taka það sem kemur. Þá mun lífið þitt breytast á einu augnabliki bara með hugsaði þannig. Sko. Í lokin ætlum við að fara í smá orðaleik, þar sem ég segi 1 orð og þú mátt segja 1 orð eða setningu, en eina regla er svo að þú mátt ekki endurtaka. Þú mátt sem sagt ekki segja sama orðið 2 eða sömu setningum 2. Okay. Fjölskyldan. Ást. Vinir. Þetta er ekki að líka. Sambönd. Samfélagsmiðlar. Útbreiðsla. Draumabíllinn. Bíl sem kemur frá A til Ö og ég er sáttur með hverju sinni. Ástríða. Lífið. Swipe. Alþjóðlegt brand. Draumurinn. Hjálpa sem flestu. Nökkvi fjallar. Reyna að gera sér besta. Frábært. Takk fyrir þetta viðtal. Takk sem leiðis, mann.